Komið sæl, það frekar kuldalegt þessa dagana hjá okkur og það sérstaklega landið norðan og austanvert þar sem hiti skríður rétt yfir frostmarka deginum og með éljagangi og jörð verður hvít fyrir vikið. En hér syðra verður þá aðeins skárra veður og svona nokkrum gráðum hærra í hita líka yfir daginn en víða má gera ráð fyrir næturfrosti þó engu að síður. Við sjáum þessa lægð hér sem hún myndaðist hérna suðvestur af Reykjanesi og svona óx og mun vaksa svona eitthvað næstu 2 dagana eða svo og hún í raun hjálpar til með að viðhalda norðanáttinni ásamt þessari lægðarbólu sem við norðvesturströnd Grænlands, Noregs ætla ég nú að hafa sagt. En við skulum líta hér á hitasviðið og það eru óttalega litla breytingar hjá okkur og þetta við erum inn í þessum kalda bláa lit og verðum það áfram og spár benda til þess að það verði allavega fram á föstudag. Þannig að það býsna einsleitt veðri hjá okkur þessa dagana. Og ef við lítum svo hérna á landið í nótt, kvöldnótt og í fyrramálið að sjáum hér éljagangi fyrir norðan og austan en aftur á móti bjart og léttir enn frekar til seint í nótt og í fyrramálið. Þannig að hádegi á morgun þetta staðan að það svona minni háttar éljagangur, slydduél á svona vestfjörðum Norðvesturlandi sama með svona á austfjörðum en fyrir Norðurlandi þetta meira éljagangur og hittir svona 1 til 2-3 gráður að deginum en aftur á móti hér syðra verður þetta svona upp undir 7 gráður þar sem best lætur en margir munu finna bara 3-4 gráður hjá sig samt sem áður. Þannig að það svo sem lítið meira það að segja og þróunin síðan áfram þá yfir á fimmtudaginn að það élgangurinn einkum bundið við norðaustur og austurland, minna á norðvesturlandi og það mun létta til síðan þegar það kemur fram á fimmtudaginn þar líka. Þannig að þetta svona dregur úr úrkomunni, þannig að hádegi á fimmtudag þá orðið svona nokkuð léttskýjað hér á öllu vestanverðu landinu og víðast hvar sunnan til líka og úrkoman einkum bundin þá austan Tröllaskaga og norðan Vatnajökuls. Líklega sleppan og sunnanverður Austfirðir að auki líka frá þessu. En þetta svona en hitatölurnar hins vegar verða á svipuðum nótum og voru bæði í dag og verða á morgun líka. Og síðan á föstudag þá sækir að okkur aðeins mildara loft hérna úr vestri, þannig það farið aðeins að hlýna á Vestfjörðum en það þykknar þá upp með smá vætu þar og norðanáttin viðheldur einhverju smá éljum hérna allar austast en að öðru leyti verður líklega býsna bjart á landinu. Á laugardag þá svona smá lægðarbóla hér sem spár gera ráð fyrir að sé kannski svona við Snæfellsnes hádegi á laugardag, gefur einhverja smá vætu hér svona nokkuð víða á suðvestanverðu landinu en annars staðar verður yfirleitt skýjað og þurrt að kalla. En förum þá yfir til Evrópu og hér lægðin sem verður hjá okkur á morgun en á móti kemur hérna smálægð yfir Póllandi og hún veldur mjög óstöðu og lofti mjög víða í álfunni. Það hérna helst hér suðaustan til sem verður bjart og þokkalegt veður. Það hefur kólnað nokkuð á meginlandinu frá því sem verið hefur en það hérna helst þá svona Íberíuskaginn ef undan skilið norðausturströnd Spánar en restin af Íberíuskaganum nú svona í ágætis standi. Kanaríeyjar á morgun svona norðaustan golukaldi getum við sagt og hiti svona í rúmum 20 gráðum víðast hvar en það skúraleiðingar og þær svona heldur á hér á vestari eyjunum heldur en hérna austast þannig að en svona hiti svona í rúmum 20 gráðum þykir alveg þokkalegt. Í Norður-Ameríku þessi myndalegi skilabakki hér með suðu með austurströndinu og nær alveg langt inn í Texas og frá þessu nokkuð öflugt skúraleiðingaveður og það má gera ráð fyrir að verði eldingar sumstaðar þar líka en hins vegar það Denver sem sker sig svolítið úr á morgun. Það smá úrkomubakki sem liggur yfir og kalt. Líklega verður þetta snjókoma slitta í fyrramáli þar en færi síðan yfir rigningu og svo þótta seinnipartinn. En annars þetta svona rólegheitt veður víðast hvar. En við förum ekki lengra í dag, verið þið sæl.